Ágætu bæjarfulltrúar og gestir. 569. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 18. júní 2019 er nú settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Andri Örn Víðisson, Ríkharður Ibsen og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson og forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrir fundinum liggja 8 mál. Fyrst er það fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. júní 2019, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. júní 2019, fundargerð velferðarráðs frá 12. júní 2019, fundargerð menningarráðs frá 14. júní 2019, tillaga Miðflokks stofnun afrekssjóðs með 5. liður, 7. liður er kosningar til 1 árs, samanber samþykktir stjórnar Reykjanesbæjar fundarsköp og bæjarstjórn. 7. liður er síðan kosningar í nefndir, ráð og stjórnir út kjörtímabilið samkvæmt samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar og 8. liður er sumarleyfi bæjarstjórnar. Og þetta er dagskráin sem liggur fyrir fundinum og gefi nú orðið laust fyrsta lið á dagskrá sem eru fundargerðir bæjarráðs. Orðið er laust. Díana Hilmarsdóttir hefur kvatt sér hljóðs, gjör svo vel. Velkomin í pontu, Díana. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir. Mig langar að koma upp undir bæjarráðsfundi frá 7. júní, nr. 1222, lið 2, sem er uppbygging íþróttamannvirkja á svæða. Þetta er flott og greining og skýrsla sem mun koma á góðum notum við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2020 og ég vona innilega að við náum að búa þannig hnútana að brýnustu málin verði leyst fyrst og hin fari í farveg þannig að innan nokkura ára verði allt í miklum íþróttablóma hér á svæðinu. Svo langar mig að koma upp undir lið 7 sem eru samningaviðræður Kölku og Sorpu og í ljósi skýrslunnar frá Hauki Björnssyni sameiningu Kölku og Sorpu mat á fýsileika og samantekt frá Jóni Norðfjörð fráfarandi framkvæmdastjóra Kölku, þá er ekkert nema jákvætt að þessi vinnuhópur sé settur á laggirnar varðandi framtíð Kölku því að við verðum að vanda vel til verka og vera með allar mögulega sviðsmyndir á borðinu og taka það ákvörðun sem er farsælust fyrir Reykjanesi. Mín skoðun er sú að við höfum ekki að drífa í þessum hlutum og stökkva til, heldur er staðreyndin sú að við erum sætasta stelpan á ballinu og við eigum ekki að hoppa í dans með fyrsta stráknum sem býður okkur upp. Svo langar mig líka að koma hérna undir bæjarráðsfundi frá 13. júní, nr. 1223, lið 4, sem var heimsótt í Kristiansand og að mínu mati er þetta mjög vel unnin og ítarleg samantekt heimsókn starfsmann til Kristiansand og margt sem við hér í Reykjanesbæ getum tekið okkur til fyrirmyndar. Kristiansand var til dæmis valin mest aðlaðandi borgin í Noregi árið 2018 og það er margt líkt með Reykjanesbæ og Kristiansand og má þar nefna báðir staðir og staðsettir við alþjóðaflugvelli eru fjölmenningabæir og liggja við hafnir. Kristiansand er með sterkt velferðarkerfi og öll umgjörð í kringum menningu er mjög flott og fagleg. Kristiansand er að gera mjög góða hluti í umhverfismálum og margt þar sem mætti skoða betur hvort hentu okkur hér, til dæmis varðandi Kölku. Langar mig að nefna að fyrir 12 árum síðan var öll urðun bönnuð í Noregi sem gerir það að verkum að Norðmenn neyddust til að leita annarra lausna í sorpmálum eða eru nýting á þeim verðmætum til falla og það hefur tekist vel hjá þeim. Það eru mikil verðmæti í sorpi ef haldið er rétt á spöðunum. Og ég hvet alla sem ekki hafa lesið þessa samantekt til þess að gera það. Takk fyrir. Orðið er laust. Fundargerðir bæjarráðs. Ríkharður Ibsen hefur kvatt sér hljóðs, gjör svo vel, Ríkharður. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir fyrsta lið í fundargerð bæjarráðs 13. júní varðandi hafnar og lóðasamninga milli Reykjaneshafnar og Thorsil. Ætlaði að kanna hvort að formaður bæjarráðs geti kannski útskýrt nánar á hvaða vegferð hann telur að þetta mál sé. Já, Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, gjör svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Mig langar kannski varðandi það sem bæjarfulltrúi ykkur var að nefna hérna, þá langar mig að svara því til að við erum að skoða samninga sem við gert í gegnum tíðina, meðal annars við Thorsil og Stakksberg og þarna var verið að skoða málefni þann samning sem gerði sem ríkið og Reykjanesbær gerði við Thorsil og þarna nánari skoðunar við og óskum eftir nánari upplýsingum frá lögfræðingi eða sviðsstjóra stjórnsýslustigs Ásbirni Jónssoni og það er bara í vinnslu og eftir að koma í ljós hvað það leiðir til. En við munum að sjálfsög upplýsa bæjarstjórnarleið og það gerist. En almennt þetta mál þá er verið að skoða stöðuna. Það er auðvitað ljóst að það hefur verið mikið seinkun á verkefninu hjá Thorsil og því miður virðist ekki nýtt að gerast í því máli. Þannig að við vildum bara vera aðeins á undan og skoða hvað hægt er að gera og hvernig staðan er. Vegna þess að lítið hefur gerst í mörg ár á þeim vettvangi. Við langar að með leyfi forseta undir öðrum málum hérna það varðar bæjar á 7. júní sem er annar liður, það er uppbygging íþróttamannvirkja. Ég ætla nú sérstaklega að þakka íþrótta- og tómstundafulltrúa Hafþóri og ráðinu fyrir þessa vinnu sem gerð hefur verið uppbyggingu íþróttamannvirkja. Þetta er í fyrsta skipti sem telst til að unnið er á þennan hátt hvað var uppbyggingu íþróttamannvirkja í Reykjanesbæ. Þar sem er búið að tala við mikinn fjölda fólks, fólk í íþróttahreyfingunni, embættismenn og fleiri. Þarna að menn geta tjáð sig með ýmsum málefni og reynt að setja á blað hvernig við sjáum hlutina þróast í framtíðar. Og tilgangur með þessu er sá að fyrst og fremst að í stað þess að gera samninga sem voru ekki tryggðir með fjármagni til margra ára hérna hjá okkur, að þá ætlum við að leggja hérna til, þegar hlutinir eru klárir, uppbyggingu íþróttamannvirkja inn í fjárhagsáætlun beint, þannig að menn sjáu fyrir hvað er að gera og fjármagn fylgir þá öllum samningum og öllum hugmyndum. Og þetta er svona raunsæ vinna hjá okkur, tel ég, hjá bæjarstjórn Reykjanesbæjar að setja fjármagn í hlutina sem við erum að tala en ekki einhverja drauma sem hafa síðan ekki orðið að veruleika. Ég vil hrósa þeim sem að þessu hafa komið fyrir mjög góða vinnu og það verður spennandi fyrir okkur að halda þessu máli áfram og vonandi förum við í gang með þessi mál með haustinu. Aðeins varðandi 7. lið sem eru samningaviðræður Kölku og Sorpu. Öll sveitarfélögin eru núna að samþykkja vinnuhóp til að vinna áfram með málefni Kölku og sjá hvaða leiðir eru færar fyrir okkur, hvað hugsanlega væri best. Þetta eru þá fulltrúar eiganda sem ætla að ræða aðeins málið saman. Ég gerir ráð fyrir að þessi hópur hittist í næstu viku á fyrsta fundi og reynir að setja sér eitthvað skonar markmið og tímasetningar til að vinna málið áfram. Ég ætla nú ekki að lofa hver niðurstaðan verður úr þessu en þetta verður þá spennandi að eigendur koma þá að þessu máli í raunverulega í fyrsta sinn og menn verður þá að standa við það sem þeir segja eða orð sín. Við höfum óskað eftir viðræðum eða fundi með Reykjavíkurborg sem ekki er tímasettur ennþá. Þar er allt stopp og þessi nefnd, hún kannski snýst ekki endilega samningaviðræður Kölku og Sorpu, heldur snýst þessi nefnd að vinna þessari nefndar að horfa til framtíðar, hvar Kalka verður staðsett, hvar hún verður í framtíðinni, hvort hún verður sjálfstæð eða í samstarfi eða í eign einhvers annars. Þannig að við förum inn í þetta mjög opið með mikið upplýsingum og vonandi endar þetta allt vel og farsælega fyrir alla. Mér langar líka að nefna hérna 9. lið sem er Stapaskóli en samkvæmt lögum þurfum við að leggja mat á fjárhagsleg áhrif þess að byggja stóru byggingu sem tekur alltaf 20% af tekjum sveitarfélagsins
eða meira en 20% minnum með að verið. Og það er ánægilegt vitað til þess að það er búið að leggja fram mat á fjárhagslegum áhrifum þess að byggja Stapaskóla og það er innan allra þeirra marka sem ætlast er til og við getum gert þetta. Og það er kannski vísir þess að við séum á góðri leið fram á við. Bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kjartan. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara í beinu framhaldi af þessu sem að formaður bæjarráðs var hér á fjallinu, það er þess að Stapaskóla, þá eins og þetta kemur fram í 9. málið 1222. fundar, þá var bæjarstjóri að fara að koma því áleiðis til eftirlitsnefndar þessu áliti og það hefur sem sagt verið, eða þessu uppfærða mati og það hefur verið gert. Það er að segja að ég er búinn að senda þetta til nefndarinnar. Það sem ég langaði að koma aðeins inn á er 3. mál líka í sömu fundargerð stefnumótun Reykjanesbæjar til 2030 sem var samþykkt á síðasta bæjarstjórnarfundi sem var hátíðarfundurinn 11. júní síðastliðinn í Stapa. Í framhaldi af því þá boðaði ég til íbúafundar á 50-deginum. Það komu nú ekki margir en það kom þó fólk sem hafði áhuga að kynna sér og ræða málin. Ég hef í hyggju að halda annan slíkan einhver tíma í ágúst, það er nú ekki komin ákvæm dagsetning. En við stofnuðum og það er það sem ég vildi upplýsa ykkur og biðja ykkur að láta það berast. Að sem sagt glærurnar og gögnin eru komin á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt netfangi sem er stefnumótun 2030@reykjanesbær.is og ef að bæjarfulltrúar eða ykkur tengdir eða eitthvað fólk sem þið eru að ræða við hefur skoðun eða ábendingar eða vill koma einhver á framfæri varðandi stefnumótunina þá er þetta netfang til þess. Stefnumótun 2030@reykjanesbær.is og síðan vil ég bara lýsa ánægju minni með eins og hér kom fram þessa ferð þarna til Kristiansand sem var mjög fyrir margra hluta sakir áhugaverð og ég held að það sé einmitt rétt sem hér kom fram að það er margt þarna sem við getum lært af frændum okkar í Noregi. Ég var beðinn að skila góðri kveðju til bæjarstjórnar og gera það hér með frá borgarstjórunum sem heitir Harald Furre og þið vitið hvernig þetta er í Skandinavíu og þar er forseti borgarstjórnar eða bæjarstjórnar og hverjum tíma hann er svona í stærstu sveitarfélögunum í fullu starfi og telst á ber enska heiti mayor og svo er ráðinn framkvæmdastjóri með og það er svona einhver sem er ekki pólitík og er þá faglegur rekstraraðili og Harald þessi Furri er sem sagt forseti borgarstjórnar og er í borgarstjórn og það kom fram í hans máli að því að sumum þótti skrítið að því að það er ekki mjög langt síðan okkur barst uppsögn á Kristiansand sagði sig frá þessari 50 og eitthvað ára gömlu vinabæjakeðju sem að verið hefur í gangi á Norðurlöndunum að þá kom það fram í hans máli að það væri fyrst og fremst vegna þess að þau eru að sameinast tveimur öðrum sveitarfélögum og það verða nýjar sveitarstjórnarkosningar í haust þarna það sem verður í fyrsta sinn kosið í sameinuðu stóru sveitarfélagi sem að þau eru 90 og eitthvað tæplega 100.000 í dag en verða 130.000 eftir sameiningu og það var bara ákveðið að segja upp öllum svona samningum og byrja svo bara upp á nýtt þegar nýtt sveitarfélag hefur komið saman sem er ekkert ósvipað kannski og var gert hér á sínum tíma. Við vitum að Njarðvíkurbær átti sína vinabæi og þetta kerfi var einfaldað og þau hafa fullan hug á því að vinna með þeim sem að svona meira verkefnatengt. Það er að segja þau sjá ekki fyrir sér að Kristiansand, bæri mun heita Kristiansand eftir sameiningu áfram, að hann muni halda áfram að vera í þessari vinabæjakeðju sem að verið hefur. Enda til dæmis Jörring í Danmörku hefur sagt sér frá því fyrir nokkrum árum og þá er eftir við og Kerava í Finnlandi og Trollhättan í Svíþjóð. Heldur munu þau vilja bara eiga samstarfi allt og alla
svona verkefnatengdum grunni. Þannig ef að við höfum einhver verkefni góð sem að við teljum að hægt sé að vinna með vinnum okkar og frændum í Kristiansand, þá eru þau meir en til í að sjálfsögða skoða það og ræða það. Þannig að það enga bilbúð á þeim að finna í því. Síðan bara að lokum ég ánægður með að sjá, við erum vonandi að sjá núna fyrir endan á allt og langri bið eftir salernisaðstöðu út á Reykjanesi, sem er einn af vinsælustu og mest sóttu ferðamannastöðum á svæðinu okkar. Þar hafa ferðamenn ekki komist á salerni, svo lengi sem ég man, af því að það hefur einfaldlega ekki verið í boði almenningssalerni. Nú stendur það til bóta á næstu árum og þangað til þá mun fólk hafa aðgang að, það eru sem sagt karla og tvö salerni í vélahúsi Reykjanesvita sem við höfum nú fengið leyfi til þess að nýta, en þar hefur fyrst og eingöngu verið regnvatn, hægt að nota eða safna regnvatni til þess að sturta niður, og við vitum að það myndi ekki duga, ég tala nú ekki í svona tíð eins og búið að vera hér, það myndi ekki duga fyrir einhvern fjölda þó að hefur duga fyrir kannski þá sem þarna bjuggu og búa. Þannig að það verður lögð þarna núna bráðabirgðalögn í sumar eða mjög fljótlega sem að mestu leyti verður ofanjarðar og ætlað það hlutverk eitt að sinna þessu, og svo þegar Bláa lónið hefur byggt upp sína þjónustumiðstöð í samvinnu við ábúðandann, Anna Gretu og fleiri, að þá verður þetta gert með varanlegum hætti. Þannig að við ætlum núna að geta tekið með sómasamlegum hætti á móti ferðamönnum á Reykjanesi. Já, orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir hefur hvað sér hljóðskjá, svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 7. júní, undir lið 2 uppbygging íþróttamannavirkja og svæða rýnivinna. Þetta er greinagóð skýrsla og greinilegt að mikil vinna hefur verið lögð í hana og vil ég þakka fyrir það. Ég ætlaði að koma hér undir lið 7 í sömu fundargerð, sameiningar viðræður Sörpu og Kolku. Ég fagna þessu vinnuhópi og ég tek undir með bæjarfulltrúum Díönu Hilmarsdóttur og Friðjóni Einarsinni. Takk fyrir. Já, eru fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs undir fundargerðum bæjarráðs? Já, Ríkharður Ibsen hefur kvatt sér hljóðs, gerð svo vel Ríkharður, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, já, aftur að 13. júní fundargerð bæjarráðs. Ég er sammála, ég tek undir með Díönu varðandi metnaðinn í Reykjanesbæ að við verðum leiðandi í umhverfismálum. Mér hins vegar rekur minni til að fyrir ekki svo mörgum árum síðan að þá ferðast ég sjálfur til Noregs, þó ekki til Kristiansand. Við fórum til Oslo til þess að semja við Norðmennina að taka á móti flugvéskun okkar sem er baneitruð að sjálfsögðu og frá Kölku. Og hún er urðuð í kalknámum, sem sagt á Longeyri, rétt fyrir utan Oslo. Þannig að við höfum lært ýmislegt á Norðmennunum og megum skoða þessi mál mjög vel. Og ég er algjörlega sammála því líka að Kalka er vanmetið fyrirtæki sem getur spilað mjög svona stórt hlutverk í umhverfismálum, ekki bara þessu svæði heldur fyrir landið í heild. Já. Nú, forseti bæjarstjórnar vill aðeins koma inn á í sambandi við fundargerðir bæjarráðs, umræðu sem hefur átt sér stað í samfélaginu varðandi Hvassahraunflugvöll, og fengum við ágætan gest til okkar á bæjarráðsfund 7. júní einmitt vegna þess, og að því tilefni var ákveðið að við í bæjarstjórn Reykjanesbæjar myndum koma með sameiginlega bókun varðandi Hvassahraunflugvöll og það sem að því snýr, og langar mig að lesa hana hér upp með leyfi fundarins. Sameiginleg bókun bæjarstjórnar Reykjanesbæjar lögð fram á bæjarstjórnarfundi 18. júní 2019.
Nú þegar umræðan mögulegan flugvöll í Hvassahrauni enn á ný farin af stað, telur bæjarstjórn Reykjanesbæjar rétt að vekja athygli á nokkrum atriðum varðandi Hvassahraun sem flugvallastæði. Frá því flugvöllurinn í Hvassahrauni var nefndur sem ákjósanlegur valkostur fyrir staðsetningu innanlandsflugs í niðurstöðu nefndar flugvallakosti á höfuðborgarsvæðinu, svokölluðu Rögnunefnd, í júní 2015, hefur umræðan slíkan völl skotið upp kollinum með mislöngu millibili. Þrátt fyrir að nú séu 4 ár liðin frá því að niðurstaða nefndarinnar var birt, hefur þeirri spurningu enn ekki verið svarað hvort æskilegt sé að byggja flugvöll á þessu svæði. Í miðju óraskuðu hrauni sem jafnframt liggur ofan á og nærri vatnsverndarsvæðum okkar Reyknesinga. Bæjarstjórn vill beina til svæðisskipulags Suðurnesja, svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja, hún taki afstöðu til þess, hvort og hvaða afleiðingar slíkur flugvöllur myndi hafa fyrir svæðið. Jafnframt vill bæjarstjórn skora á stjórnvöld að sjá til þess að fulltrúar Suðurnesja hafi aðkomu að þeim starfshópum og nefndum sem fjalla flugmál, þar sem flugsamgöngur ráða miklu stöðu þess svæðis og afkomu þeirra sem þar búa. Það hefði elt og einfaldað alla umræðu, hefði verið horft til þessara hagsmuna í vinnu nefnda flugvallakosti á sínum tíma. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og ber það að þakka og ber ég þessa sameiginlegu bókun undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt bókunina. Afsakið. Já, það þarf ekki að bera þetta til samþykkar. Forseti tekur til sín athugasemdir úr sæti og mun ekki bera hann upp sérstaklega. Hún hér með samþykkt? Kærar þakkir fyrir athugasemdirnar. Það gott að vita að menn eru vakandi. Takk fyrir það. Nú, þá það fundargerð bæjarráðs sem liggja til samþykktar og mun ég nú bera þær undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. júní vinsamlegast gefið merki og þær eru samþykktar 11:0. Nú, næst á dagskrá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. júní 2019 og að vanda munum við taka fyrst fyrir þau mál sem að samþykkja þarf sérstaklega í fundargerð. Og fyrst ber að nefna 3. mál í fundargerð, Hafnargata Suðurgata deiliskipulag og orðið laust 3. lið í fundargerð. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, gjörðu svo vel Friðjón. Ágætu bæjarfulltrúar og forseti, afsakið. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að fagna þessari tillögu sem hér komið fram. Þetta stórt og mikið svæði sem hefur verið svona aðeins til hliðar hjá okkur að undanförnu og mjög ánægður með það að það er komin að hér óskað eftir heimild til að auglýsa deiliskipulag af þessu svæði sem afmarkast að Hafnargötu, Suðurgötu og Vatnsnesvegi. Mæli eindregið með því að menn samþykki þetta. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum liði í fundargerð? Svo ekki, þá ber ég 3. liði í fundargerð til fundin til samþykktar, síðan þeir sem geta samþykkt hann, vinsamlegast gefið merki, hann samþykktur 11:0. Næst það 5. liður í fundargerðinni, Mardalur 16-24 og 26-32 breyting á deiliskipulagi og orðið laust 5. lið í fundargerð. Ef enginn kvatt sér hljóðs og ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt, vinsamlegast gefið merki, hann samþykktur 11:0. Næst það 7. liður, Hringbraut 92, stækkun lóðar og uppfærð lóðamörk. Og orðið laust 7. lið í fundargerð. Forseti, af hverju þurft að samþykkja 5. mál sérstaklega en ekki 7. mál? Afsakið. Hér sko samþykking fyrir grenndarkynningu. Já. 7. mál alveg eins, það að segja samþykking fyrir grenndarkynningu. Já, ég sammála því. Þarna hefur orðið einhver mistök. Já, afsakið það. En nú aftur þakkar forseti fyrir vökul augu fundarmanna. Samkvæmt þessu þarf að samþykkja sérstaklega 7. lið og munum við þá bera hann undir fundin, þar að segja það orðið laust 7. lið, Sjafnarvellir 4,
en þar stendur í fundargerðinni að það mál sé samþykkt með fyrirvara greindarkynningu án athugasemda og það borið undir fundinn. Orðið laust og Friðjón Einarsson hefur ekki kvatt sér hljóðs. Ef það enginn sem kveður sér hljóðs 7. lið ber ég hann undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hann liði fundargerð eins og skýða merki og hann samþykktur 11.0. Þá það 7. liður, Hringbraut 92, stækkun lóðar og uppfærð lóðamörk. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég þann lið í fundargerð undir fundinn til samþykktar til sem geta samþykkt vinsamlega skýða merki og hann samþykktur 11.0. Næst það Fífudalur, óskum breytingar í Botnlanga, 8. liður, orðið laust. Ber ég hann undir fundinn til samþykktar til sem geta samþykkt þann lið vinsamlega skýða merki og hann samþykktur 11.0. Það gengur á. Nú það 10. liður. Það nú að vera viss það að við séum ekki að skauta yfir neitt hér. Tíundi liður, Grindavíkurvegur, umsókn framkvæmdaleyfi, orðið laust 10. lið fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundinn til samþykktar þeir sem geta samþykkt vinsamlega skýða merki. Hann samþykktur 11.0. Þá það 11. liður, aðalskipulag deiliskipulagslýsing. Það Reykjanesbær sjálfur sem óskar eftir heimild til að auglýsa deiliskipulag, skipulagslýsingu, aðalskipulags, orðið laust 11. liði fundargerð. Það enginn sem að kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundinn til samþykktar. Hann myndi vera samþykktur 11.0 einnig. Þá það 12. liður, Vörðubrún 3, viðbygging, orðið laust. Ber ég þann lið fundargerð undir fundinn til samþykktar þeir sem geta samþykkt vinsamlega skýða merki. Hann samþykktur 11.0. Næst myndi það vera 13. liður, Djúpivogur 9, viðbygging, orðið laust 13. lið. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og ber ég hann undir fundinn til samþykktar þeir sem geta samþykkt 13. lið vinsamlega skýða merki. Hann samþykktur 11.0. Þá það 15. liður, Dreifistöð, Vitabraut 1, orðið laust. Það lið í fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlega skýða merki. Hann einnig samþykktur 11.0. Nú næst það 16. liður, Fitjar heimild til að vinna deiliskipulag. Orðið laust þann lið í fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundinn til samþykktar þeir sem geta samþykkt hann vinsamlega skýða merki og hann samþykktur 11.0. Þá upptalið þau mál sem samþykkja þarf sérstaklega í fundargerð. 231. fundar. Orðið laust fundargerðina í heild sinni og þá það Friðjón Einarsson sem kveður sér hljóðs. Friðjón, gerðu svo vel. Púltið þitt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. iPad-ið minn eitthvað að fara með mig hérna. Það eitthvað rafmagnsleysi í iPad-inum. Ég ætla að fá lánaðan iPad hérna einhvers staðar. Afsakið þetta, ágætu bæjarfulltrúar. En ég kem hérna undir 4. lið, það Helguvík deiliskipulag. En þetta mál hefur vakið mikla athygli lengi. Dagsberg
óskaði eftir heimild til að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Stakksberg 9 og í umfjöllun ráðsins og að mati umhverfis- og skipulagsráðs þá var ekki tímabært að skoða mögulegar deiliskipulagsbreytingar í Helguvík fyrr en að nýju umhverfismati er lokið og ný og leiðrétt umhverfisskýrsla liggur fyrir. Ástæðan fyrir nefna þetta hérna er svo að það hefur komið fram hjá Skipulagsstofnun í bréfum bæði til okkar og málið að það sé ósennilegt að umhverfismat það sem nú er í gildi sé rétt. Og þar af leiðandi viljum við leggja áherslu á það að það sé skorið út það hvort að umhverfismatið sé rétt eða ekki rétt. Og sitt sýnist hverju með þessu máli en ég held að það sé alveg ljóst að það verði að koma einhver niðurstaða á umhverfismatið, hvort það þurfa að breyta því, hvort það sé í lagi eða ekki í lagi áður en áfram er haldið. Við teljum líka að fyrir reynslu að þá sé unnið nákvæmlega og vel í þessu máli, það sé ekki hlaupið að hlutunum. Við viljum gera þetta rétt af fyrir reynslu og við viljum líka meina það að tvískipting deiliskipulagsferlisins, það er að segja að fyrst að breyta skipulaginu í anda þess sem nú er til staðar, þeirra húsa og byggingar sem þar eru núna, að gera það og síðan aftur að fara fram á aðra deiliskipulagsbreytingu vegna þeirra stækkunar sem fyrirhuguð er, að það sé ekki gagnsæi í kynningarferli og því er það niðurstaða umhverfisskipulags að hafna því að auglýsa þessa tillögu. Og mér finnst vinnubrögð umhverfis- og skipulagsráðs til fyrirmyndar að vera að vanda sig og gera þetta rétt og gera þetta vel og meðan öll þessi formvinna er ennþá í gangi þá er mál náttúrulega ekki að koma á borð bæjarstjórnar en við viljum hafa alla hluti uppi þegar þetta kemur til okkar á seinni stigum. Vildi bara nefna þetta hérna. Annars sem ég vildi nefna hérna er 9. grein en það er íbúafélag Suðurnesja sem hefur óskað eftir viljayfirlýsingu frá sveitarfélaginu þess efnis að í nýju deiliskipulagi í Dalshverfi sem við höfum stundum kallað Stapahverfi þar verið skipulaga lóði fyrir íbúafélagið þar sem gert er ráð fyrir 109 íbúðum. Þessu var vísað til bæjarráðs þar sem málunum var frestað og óskað eftir nánari gögnum meðal annars frá lögfræðingi okkar. Það er margt í þessu máli sem þarna skoðana við. Það er ekki eins einfalt eins og það lítur út fyrir að óska að fá heimild til þess að skipulag verið lóði fyrir íbúafélag. Það er þannig með lögum þessi íbúafélag að þau njóta ákveðins stuðnings sveitarfélaga og ríkisins ef þau uppfylla kröfur það sem gert er ráð fyrir byggingu fyrir tekjulága einstaklinga. Í þessu tilviki er ekki svo að ræða, heldur er þetta almennt fyrir alla og hagnaðardrifið leigufélag og á þann hátt þá uppfyllir þetta félag ekki þær skyldur sem ríkið setur á svona félag og sveitarfélag. Þess vegna er þessu máli frestað meðan það er verið að vinna betri gögn fyrir félagið. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðbrandur Einarsson hefur passið í hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Virðulegur forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar einnig til að gera umtalsefni þetta 4. mál í fundargerðinni sem er deiliskipulags ósk þeirra sem að nú eiga þessar byggingar í Helguvík. Ósk þeirra að fara í að skipta deiliskipulag að skipta deiliskipulaginu í 2 parta og vinna þetta
á 2 stigum. Þarna liggur fyrir niðurstaða frá umhverfisráði, umhverfis- og skipulagsráði, þar sem að þessari beiðni hafnað. Og mig langar aðeins bara að nefna það hér eða fara yfir það hér að á sínum tíma fékk Reykjanesbær bréf frá Skipulagsstofnun þar sem að okkur var bent á það að þær byggingar sem að þá voru komnar á svæðið stæðust ekki það deiliskipulag sem í gildi var á þeim tíma. Og við ásamt bara mörgum öðrum komum alveg á fjöllum og þetta var auðvitað bara mikið áfall að átta sig á því að þarna var veitt heimild til þess að byggja byggingar sem að stóðust enga veginn það deiliskipulag sem að við höfðum samþykkt. Og Skipulagsstofnun krefur okkur það á þessum tíma að annarkvort það að breyta deiliskipulaginu til þess að ná utan þær byggingar sem að þarna voru komnar eða hreinlega aðlaga byggingarnar að gildandi deiliskipulagi. Þetta gerðist þegar að United Silicon var í rekstri og ekki vitað örlög þess á seinni stigum. Við ákveðum þá að fresta þessu máli vegna þess að það var jafnframt sent erindi til fyrirtækisins og þeir krafðir svara hvernig stæði á því að byggingarnar hafi verið gerðar í ósamræmi við það deiliskipulag sem í gildi var. En það bréf barst aldrei, það svar barst aldrei. United Silicon svaraði engu og það var bara látið dankast og við sáum aldrei nein rök frá þeim með hvaða hætti þetta hefði gerst. Og aðra skýringu fengum við ekki heldur en að þá að þeirra maður hafi verið að vinna eftir tillögum að deiliskipulagi, ekki endanlegu deiliskipulagi. Og byggingafulltrúinn okkar hafi stimplað það. Því miður. Við svo sem bara gerðum ekkert, við vitum náttúrulega örlög þessara verksmiðju. Hún lagði upp laupana eða það fyrirtæki sem að rak þessa verksmiðju lýsti sig gjaldþrota og aðrir aðilar reyndar eru konur með verksmiðjuna á sínar hendur og ætla sér væntanlega að koma þessum rekstri í gang aftur. Og við vorum ekkert vissum með hvaða hætti þetta ætti að gera þetta. Margir ráðgjafar bent okkur á það að það væri rétt og það væri anda góðra stjórnsýslu að aðlaga deiliskipulaga þeim byggingum sem að þegar væru komnar þarna. Og það var auðvitað á þeim tíma þegar að verksmiðjan var í fullur rekstri. Við áttum fund með Skipulagsstofnun, ég kann nú ekki dagsetningarnar á þessu og þar voru fulltrúar Skipulagsstofnunar spurðir að því hvort að þeir teldu að ef við myndum gera breytingar á deiliskipulagi, hvort að það myndist þá standast núgildandi umhverfismat. Og svarið sem við fengum var neikvætt. Fulltrúar Skipulagsstofnunar töldu að þrátt fyrir það að það myndi ekki standast núgildandi umhverfismat að aðlaga þetta deiliskipulagi þessum byggingum. Og þá spyr maður til hvers þá verið að breyta deiliskipulagi ef að það stenst ekki það umhverfismat sem að í gildi er. Og það mun heldur ekki duga til þess að verksmiðjan fái heimildir til þess að fara í gang aftur. Það liggur fyrir að Umhverfisstofnun
gerir ríkari kröfur og harðari kröfur á þennan rekstur heldur en gert var í upphafi og þetta fyrirtæki sem að nú á verksmiðjuna mun þurfa að sæta öðrum skilmálum heldur en að eigendur United Silicon þurftu að gera á sínu tíma. Og þá veltir maður fyrir sér hvort að það sé ekki bara rétt að þær kröfur allar komi fram áður en að við förum eitthvað að hrófla við því skipulagi sem að í gildi út í Helguvík. Og þess vegna tel ég eðlilegt og rétt að þetta fari þessa leið eins og umhverfis- og skipulagssvið hefur samþykkt, hafna þessu með þessum hætti og óska eftir því að það umhverfismat sem að umhverfisstofnun hefur krafist komið fram áður en að menn fara að gera einhverjar breytingar. Og eins og bæjarfulltrúi Friðjón nefndi hér áðan, þá er eðlilegt og rétt að við vöndum okkur í þessu og þetta er búið að kenna okkur margt en því miður erum við brend að þessu og við skulum bara gera þetta vel og eins vel og við getum. Já, Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegu forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir lið 4 Helguvík deiluskipulag. Ég vil þakka umhverfis- og skipulagsráði fyrir vel og vönduð vinnubrögð og ég ætla jafnframt að taka hér undir með bæjarfulltrúunum Friðjóni Einarssyni og Guðbrandi Einarssyni. Við verðum að vanda vel til verka og það sem er búið að gerast hér undanfarið eins og við þekkjum vel söguna eins og Guðbrandur rakti að þá erum við búin að læra mikið á þessu og því verðum við að vanda til verka. Takk. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs? Svo ekki, þá ber ég fundargerðina upp í heild sinni til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiða merki og hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð velferðarráðs frá 12. júní 2019. Orðið er laust. Díana Hilmarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir. Ég kem hér undir fundargerð velferðarráðs frá 12. júní síðastliðnum, fundur nr. 376. Ég kem hérna upp undir lið 1 og 2 í einu sem tengjast, en þeir eru tilkynning frá Útlendingastofnun leigu á húsnæði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd og þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd. Velferðarráð Reykjanesbæjar hefur óskað eftir því að fá að halda sínum samningu við Útlendingastofnun og að leita sér leiða til þess að fá fleiri sveitarfélög að borðinu í þjónustusamninga. Til þess að Útlendingastofnun þurfi ekki að reka þessi úrræði á eigin vegum. Það er mikið nær að sveitarfélögin sinni þjónustunni. Fulltrúar Reykjanesbæjar eru tilbúnir að vera ráðuneytinu innan handar í þeirri vinnu að kynna fyrir öðrum sveitarfélögum hvað ávinningur er af því að veita einstaklingum í leit að alþjóðlegri vernd, þjónustu og samastað á meðan að mál þeirra er í ferli. Fulltrúar ráðuneytisins tóku vel í það boð og er það von ráðsins að til þeirra verði leitað. Og þar sem að þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarfrí, þá langar mig að þakka kærlega fyrir þetta fyrsta ár okkar saman. Það er búið að vera mjög lærdómsríkt fyrir mig og ég er búin að kynnast því betur hvernig stjórnsýslan og pólitíku virkar og gengur fyrir sig. Og ég hlakka mikið til næstu 3 ára og ég er full bjartsýni á að þau eftir að ganga jafn vel á þetta ár. Takk fyrir mig. Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðný. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Já, ég kem undir fundargerð velferðarráðs, sömu liðum, lið 1 og 2. Við í velferðarráði höfum átt mjög fróðlega og góða fundi varðandi málefni umsækjenda alþjóðlega vernd. Við höfum hitt fulltrúar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, við höfum hitt
hérna núna síðast dómsmálaráðuneytið og Útlendingastofnun einnig, þar sem að við viljum aðeins fara yfir þessi mál sem snúa að þessa einstaklinga á okkar sveitarfélagi. Bara til að brýna fyrir, Reykjanesbær með samning að taka á móti alltaf 70 umsækjendum alþjóðlega vernd og sinnir þar fjölskyldum, en Útlendingastofnun með sinn hóp einnig og það snýst þetta mál. Útlendingastofnun tók sem sagt á leigu blokk á Lindabraut í Ásbrú sem rúmar alltaf 200 einstaklinga og tilkynnti okkur fyrir síðasta fund að þeir væru einnig að taka á leigu Airport Inn gistaheimilið fyrir alltaf 70 einstaklinga í viðbót. Og þetta gerist þrátt fyrir að við höfum rætt það að við viljum ekki hópa þessum einstaklingum saman, sérstaklega ekki á sama blettinn og báðum aðstoð frá fleiri sveitarfélögum sem öll neituðu, nema minni með Seltjarnarnes sem ætlaði að skoða þetta en síðan hefur ekkert frést þar meira. Nú aðeins til að fara yfir málið þá eru núna 333 umsækjendur sem eru í umsóknarferli sem virt og staðan flóknari en hún var í fyrra þar sem eru mun færri umsóknir frá öruggum ríkjum. Þannig að lengd umsóknarferlis með umsækjendum alþjóðlega vernd sem eru ekki frá öruggum ríkjum að taka allt upp í 150 daga lágmark upp í 300, þannig að tímaferlið í hverju umsókn mjög langt. Ég vil nú samt nefna það sem við fengum að vita frá dómsmálaráðuneytinu að það hafa þegar verið afgreiddar 411 umsóknir þar sem af þessu ári, þannig að það gríðarleg harka í vinnslu hjá ráðuneytinu enga síður. Þó 20% aukning í komum hælisleitenda frá því árinu fyrra, þannig að það eru miklu fleiri komur og þetta að mér skilst flest innleipir karlmenn frá Íran, Afganistan og Nígeríu. Nú í bókun velferðarráðs sem þið sjáið í fundagögnum ykkar kom fram að Reykjanesbær sé ekki sátti við aðferðafræði Útlendingastofnunar að taka aðra blokka Ásbrú í leigu undir 70 hælisleitendur í viðbót. Og það þá pláss fyrir alltaf 250 manns fyrir þessa umsækjendur sem Reykjanesbær hefur enga aðkomu af. Þetta ekki innan samnings Reykjanesbæjar. Nú við hittum dómsmálaráðuneytið sem talaði að þetta væri neyð að taka á leigu þetta seinna húsnæði Ásbrú og þetta úrræði ætti að vera tímabundi til lágmarks 18 mánaða eða til hámarks 3 ára. Þau gátu ekki staðfest af eða á hvort þau myndu taka fleiri blokkir og hversu margar þær væru. Nú, afstæða velferðarráðs að við þurfum að fá fleiri sveitarfélög til liðs við að taka á móti fólki sem sækja alþjóðlega vernd og þetta gefandi verkefni og þarf að dreifa fleiri en eitt sveitarfélag og ég átti samtal við dómsmálaráðherra afsakið þegar ég hitt hana út á öðrum viðburði og ræddi þetta við hana og hún tók vel í að við værum ekki eina sveitarfélagi ásamt Hafnarfirði og Reykjavík að taka við þessum umsækjendum. Þannig að við í velferðarráði ákváðum að bjóða fram aðstoð okkar, reynslu velferðarráðsins, sviðsstjóra velferðarráðs sem mjög sterk í þessum málum og einnig fjölmenningarfulltrúan okkar hún Hilma Hólm og þannig að við erum tilbúin að aðstoða önnur sveitarfélög, fræða þau, koma með góða punkta og aðstoða þau eftir getu að taka við þessu fólki. Nú aðalatrið sem við vorum líka ósátt við þessi aðferðafræði að taka á leigu risastórt húsnæði til að hrúga fólki þar inn sem kemur úr alls konar samfélögum og erfitt og í stakki það búið á við andlega erfiðleika að stríða og þarna eru kannski þjóðernir sem funkar ekki saman. Þannig að það ýmislegt sem þarf að taka tillit til þar. Það hæglega hægt að taka á leigu húsnæði fyrir 10 manns eða 5 manns eða 30 manns eða eitthvað þar á milli. Það þarf ekki alltaf að taka blokk fyrir 100 manns. Einnig þarf ekki í raun og veru að bíða eftir samþykki hjá öðrum sveitarfélögum þar sem að þau hafa neitað. Þar sem Reykjanesbær neitaði líka en Útlendingastofnun kom bara samt. Þannig að ég skil ekki að við séum að bíða eftir jákvæðu svari frá öðrum sveitarfélögum þegar við fengum ekki þann munað. Enn og aftur þetta snýst ekki að við séum að skorast undan þessar ábyrgð, við erum að taka á mótsviðinu og það vel, en það hljóta önnur sveitarfélög að vera til í að koma í þetta verkefni með okkur sem krefjandi, en enn og aftur bjóðum við alla aðstoð sem mögulegt og þetta gefandi verkefni og við þurfum fleiri með.
Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur hvað sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég kem undir síðasta málið 9. Niðurstöðu lýðheilsuvissa á Suðurnesjum. Í síðustu viku þá voru niðurstöðurnar kynntar í hljómvöll Suðurnes, íbúa Suðurnesa. Þannig að allar niðurstöður í þessum lýðheilsuvissum er 4 sveitarfélög og það þarf að taka tillit til þess þegar við erum að horfa á þætti sem að okkur finnst að við þurfum að bæta okkur í. En mér finnst allavega mikilvægt að allir íbúar átti sig á því að þetta er mjög margþætt, niðurstöður í lýðheilsuvissum er mjög margþætt. Það er verið að tala börn, við erum að tala unglinga, fullorðna og mjög marga þætti sem snúa að okkar heilsu. Og það er svona kannski heilt yfir þá segja sumir, tekur ekki bara hver og einn ábyrgð á sinni eigin heilsu. En til þess að geta tekið ábyrgð á eigin heilsu þá þarf að vera þjónusta til staðar fyrir það sem þú ert að leita eftir. Þá þurfum við öll sveitarfélögin að vinna saman, öll 4 sveitarfélögin, að vinna saman eftir þeim þáttum sem að við viljum bæta. Ef við viljum bæta lesskilning hjá börnum í 9. bekk, þá er ekki nóg fyrir Reykjanesbæ að fara í eitthvað smá átak. Það er mjög gott að öll sveitarfélögin sameinist átak í að bæta lesskilninginn. Alveg eins svefn fullorðinna. Við sofum of lítið, við drekkum of mikið gos. Þá þurfum við að fara í sameiginlegt átak í að bæta þá þætti. En svo er alltaf líka jákvæðir þættir. En kannski tala meira neikvæða þættina. En ég vil bara ítreka það að þetta er í 4. skipti sem að embætti landlæknis, ég held það sirka í 4. skipti sem að þessar niðurstöður koma. Það eru þetta mismunandi, en það er alltaf fyrir okkar allt svæði, öll Suðurnesin. Og ég vil bara ítreka það að öll sveitarfélögin ætti að taka sér saman og reyna að vinna markvisst að þáttum sem að við komum illa út í, því það er verk að vinna hér. Takk. Fleiri sem að kveða sér hljóðs undir fundargerðum velferðarráðs. Guðbrandur Einarsson hefur kvað sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Velkomin í pontu. Virðulegur forseti, þessi mál sem að eru þarna á dagskrá eru auðvitað mjög alvarleg í sjálfu sér. Þetta 1. og 2. mál sem að þarna hefur verið til umfjöllunar í velferðarráðinu. Mér þykja orð vinkvenna minna sem að hér töluðu vera kurteis og hógvær og mér liggja ekki þau orð í munni þegar ég les þetta sem að þær settu hérna fram. Ég vil taka það fram að ég skil mjög vel aðstæður fólk sem að þarf að flýja heimkynni sín vegna bárar stöðu þar sem fólk er drepið og limlest og nauðgað og sett í þrældóm og eitthvað sem að við munum aldrei þekkja. En ég er forviða á vinnubröðum sem að við Íslendingar viðhöfum þegar við tökum á móti svona fólki. Algjörlega forviða. Það eins og bæjarfulltrúi Gunni nefndi hér, hrúa fólki inn í stórar blokkir eins og rollum í rétt. Það er auðvitað bara forkastanlegt. Komandi frá það, þau eiga eitt sameiginlegt að vera hælisleitandi, ekkert annað. Fólk talar ekki saman tungumálið, elstu fyrir alltaf aðstæður, eru á sitthvorum aldri,
Þannig að fólk á nánast ekkert sameiginlegt. Og það að við Íslendingar í þessu tvöfaldarsýkjaði erum að segja að við tökum á móti fólki en sinnum því svona er auðvitað bara algjörlega fáránlegt. Það er bara frábært fyrir ríkið að búa til einhverja útlendingastofnun sem á að bera ábyrgð á þessu. Alveg sama hvernig hún gerir það. Og svo er bara að leita að fyrsta tóma kofunum. Fyrst selur ríkið einkaaðilum byggingar hér upp í Ásbrú og svo leigir það þessar byggingar af þeim undir svona starfsemi. Á sama tíma við erum að berjast við það að reyna að byggja þetta samfélag upp og við erum nú bara síðast í dag að ræða hver ímynd þessa svæðis á að vera, að þetta skuli vera gert með þessum hætti. Og ég finnst merkilegt að þetta menn skuli ekki vera að ræða þetta, menn og konur skuli ekki vera að ræða þetta inn á Alþingi. Hvar standa þingmenn í svona máli? Af hverju setja þeir ekki lög á sveitarfélögin? Af hverju er ekki gert skylt sem samfélögum að taka á móti þessum hópum sem er að koma hingað til landsins og það er bara gert hlutfallslega á sveitarfélögum? En af því að það voru til tóma byggingar hér, þá nota menn þá stöðu og rúa fólkinu þangað. Það er algjörlega fáránlegt. Ég myndi ekki vilja vera í þessari stöðu að vera hælisleitandi. Vera kannski búin að missa börnin mín og missa fjölskyldunum mín. En ég lýsi því yfir hér og krefst þess að við sem þjóð sinnum þessu fólki betur. Bæjarstjóri hefur hvað sér hljóðskir, svo vel Kjartan Már. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara í framhaldi af því sem að bæjarfulltrúi Guðbrandur var að segja, þá finnst mér nú rétt að halda því á lofti og minna okkur öll á það að þegar að þetta ríki sem við erum að tala fékk í fangið byggingarnar á Ásbrú, að þá var eitt af því sem að ríkið lét skoða og var skoðað var hvort að þar mætti opna eða reisa móttökustöðu fyrir hælisleitendur. Og niðurstaða þessa sama ríkis var svo að það væri ekki ákjósanlegt að safna þeim öllu saman á einn stað og ekki þarna. Þess vegna skýtur, eins og Guðbrandur er að benda á, mjög skökku við að svo sé þetta gert núna með þessum hætti. Það er að segja að ríkið er að leigja þetta þá núna af einkaaðilum og er í rauninni að raungera þá stöðu sem að var skoðuð og einhver hópur fór erlendis á sínu tíma og skoðaði svona aðstæður annar staðar og niðurstaðan svo að gera þetta ekki, en þetta er samt verið að gera þetta hérna hjá okkur, í túnfætinum hjá okkur. Takk. Ríkharður Ibsen hefur hvað sér hljóðs. Gjör svo vel, Ríkharður. Forseti bæjarfulltrúar, já, ég get ekki orðabundist. Ég er algjörlega sammála Guðbrandi. Þetta er bara ótækt að Útlendingastofnun geti einhliða bara leigt blokk fyrir 100 manns og það er ekkert gefið til kynna hvort að það verður bara áfram. Þú veist, erum við að horfa á það eftir nokkur ár að það verður bara komin 1000 manns. Og ég fór að hugsa það náðan að þegar að mótmælendur voru að mótmæla sjálfur, það er að segja hælisleitendurnir, að þá voru þeir upp í flugstöð og þeir voru með skilti og á því stóð Close the refugee camp on Ásbrú. Talandum ímyndarmál. Þannig að ég tek nú bara undir með þessum hælisleitendum. Þetta er bara alveg glórulaust. Og við verðum að stoppa þetta strax. Það verður einhvern veginn að dreifa þessu mun betur. Og það er alveg ljóst að Reykjanesbær verður að finna einhverjar leiðir. Og ég held að það sé strax bara verður að verða fundur með dómsmálaráðherra til þess að koma þessu í einhvern farveg. Þetta er ekki líðandi svona, hvorki fyrir þetta sveitarfélagi eða hælisleitendur yfirleitt. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs?
undir fundargerð velferðarráðs. Svo ekki það langar forseta með leyfi fundarins að segja nokkur orð um þetta mál sem að auðvitað bæjarbúi með tíðrætt Ég veit að það var skoðað á sínu tíma hvort að það væru einhvers konar lög eða reglur sem að svona starfsemi þarf að undirgangast og mér minnir að það hefur verið skoðað hvort að til að mynda heilbrigðiseftirlit þyrfti að gefa út eitthvað sérstakt varðandi svona starfsemi eins og þarf að gera í svo mörgum öðrum tilfellum sem að eru svo sannarlega, myndi ég segja, veiga minni heldur en það að hugsa fólk sem er að koma frá stríðshrjáðum löndum. En svo er ekki. Og þess bara geta að Reykjanesbær hefur sannarlega staðið sér vel varðandi þetta. Slítið sama er hægt að segja Reykjavíkurborg. Og þar hafa komið upp mál þar sem að fólki hefur verið að sögn nærliggjandi íbúa hrúað saman í húsnæði, jafnvel í miðjum íbúðahverfum. Og það hefur verið sama niðurstaða þar. Það fólk hefur haft áhyggjur, bæði af aðbúnaði þeirra sem þar eru og umhverfisins og annar íbúða eins og gefur að skilja enda þetta fjölbreyttur hópur og oft á tíðum að koma úr mjög slæmu umhverfi og þarf á sérfræðiaðstoð oft á tíðum að halda. En niðurstaðan hefur verið svo sama. Þannig að ég held að það sé ekki bara við varðandi Ásbrú þó svo að sannarlega sé hægt að segja að það sé verið menn séu mun stórtækari þar heldur en gerast og gengur á höfuðborgarsvæðinu. En sama niðurstaða hefur verið þar. Þannig að þetta er eitthvað sem að ríkið þarf að taka til sín. Við getum svo sannarlega haft frumkvæði þarna. Við getum líka leitað til þeirra sveitarfélaga sem hafa staðið í stafni ásamt okkur að taka á móti hælisleitendum og átt samstarf og samtöl við ríkisvaldið um það að sveitarfélögin hafi eitthvað um það að segja. Hvernig farveg þessi mál fari í. Eru fleiri sem að kveðja sér hljóðs? Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur gert það. Gjörðu svo vel, Guðný. Ágæti forseti, kæru bæjarfulltrúar, bara að skjóta því inn líka að þessar útskýringar Útlendingastofnunar að fyrst að þau eru að sjá þennan hóp fólks að þau séu ekki þátttakendur í okkar samfélagi er náttúrulega ekki rétt. Þetta er náttúrulega fólk sem að nýti sér heilbrigðisstofnun okkar, löggæsluna okkar og aðra grunnstoðir sem við fáum ekkert aukalegt fjármagn í. Við nú ekki taka það fram hversu mikla aðstoð sumir þessar einstaklinga þurfa, náttúrulega ekki allir, en að sjálfsögðu þurfum við auki fjármagn í grunnstoðunar okkar ef við ætlum að sinna þessum stóra hóp, hvað þá ef við erum stærri. Þannig að því það líka halda á lofti. Eru fleiri sem að kveðja sér hljóðs? Gunnar Þórarinsson hefur gert það. Gjörðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar nú aðeins að koma inn í þetta því að þetta snýr nú ekki auðvitað bara að okkur Íslendingum og ekki heldur bara Reykjanesbæ. Við erum auðvitað að upplifa það að við erum að fá fleiri hælisleitendur hingað inn heldur en vel flestar Norðurlandaþjóðir. Þannig er langt minna hlutfall á hvern íbúa að fara til Noregs. Ég veit ekki hvort að þeir eru að stoppa þetta eða eitthvað eða þeir eru bara óvinsælir. En ég finnst að stjórnvöld þurfi í raun og veru að reyna að semja við ríkin í kringum sig og reyna að fá það með einhverju breytt að fleiri fari annað heldur en hingað. Eru fleiri sem að vilja ræða fundargerð velferðarráðs? Ef svo er ekki þá ætla ég að bera hana til fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð velferðarráðs vil sannlega skrifa merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við að dagskrá fundargerð menningarráðs frá 14. júní 2019 og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þá fundargerð menningarráðs frá 14. júní 2019 til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vil sannlega skrifa merki. Hún er samþykkt 11.0. Nú, næst tökum við á dagskrá tillögu Miðflokks
stofnun afrekssjóðs og í henni segir tillaga frá bæjarfulltrúa Miðflokksins vegna bæjarstjórnarfundar þann 18. júní. Tillagan er svohljóðandi að bæjarstjórn samþykkir að Reykjanesbær stofni afrekssjóð fyrir framúrskarandi ungt íþróttafólk sem á lögheimili í bæjarfélaginu og með fylgir greinargerð sem að forseti ætlar að leyfa sér að lesa. Ef Reykjanesbær á að rísa undir merkjum sem íþróttabær verður að hlúa að ungu fólki sem leggur mikið á sig til árangurs. Margar rannsóknir hafa sýnt að íþróttir hafa mikið forvarnargildi og við eigum að vera stolt af afreksfólkinu okkar og gera því kleift að stunda íþróttir óháð fjárhag foreldra. Það er löngu tímabært að við hyglum ungu afreksfólki okkar sama hvað íþrótta stundar. Í afrekssjóðinn á að vera hægt að leita þegar ungmenni okkar eru valin í landslið í hvaða íþróttagrein sem er og úthlutanir verði óháðar því hversu mörg ungmenni ná svo langt hverju sinni. Og undir þetta ritar bæjarfulltrúi Miðflokksins Margrét Þórarinsdóttir. Nú orðið er laust þennan lið og Margrét hefur kvatt sér hljóðs. Gerðu svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem með þá tillögu að tillögu minni verði vísa til umsóknar hjá Íþrótta- og tómstundaráði. Takk. Orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs. Gerðu svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við fögnum þessari tillögu hennar Margrétar og Miðflokksins og erum sammála henni að þessu máli verið vísað til umsagnar Íþrótta- og tómstundaráðs og held að þetta sé góð leið til þess að bæta hag þeirra ungu. Takk fyrir tillöguna. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs? Forseti vil einnig með leyfi fundarins taka undir þessa fínu tillögu. Henni sé vísað til Íþrótta- og tómstundaráðs eins og bæjarfulltrúar og margir bæjarbúar vita. Þá höfum við verið að vinna í því að efla íþrótta- og tómstundamál. Við höfum líka verið að vinna í stefnumörkun fyrir sveitarfélagið til 2030 þar sem sérstök áhersla er lögð á þessi málefni. Þannig að ég tek heils hugar undir þessa tillögu og langar að bera hana undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt tillöguna að vísa þessu til Íþrótta- og tómstundaráðs vinsamlegast geðmerki. Og það er samþykkt 11-0. Næst á dagskrá er kosning til 1 árs samanber 57. grein A samþykkta stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Fyrst ber að nefna 5. lið 1. Það er kjör forseta bæjarstjórnar og óskar eftir tilnefningum forseta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þá telst það kjörið. Forseti þakkar traustið í ári viðbót. Næst er það annar varaforseti, óskar eftir tilnefningu varðandi annan varaforseta bæjarstjórnar. Fyrsti varaforseti. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þá telst það kjörið, sjálfkjörið. Og þá myndi að vera annar varaforseti, óskar eftir tilnefningu annan varaforseta. Og það kemur ekki fram neinn tillaga. Baldur Þórir Guðmundsson. Já, eru aðra tillögur en Baldur Þórir Guðmundsson sem annan varaforseta bæjarstjórnar. En svo er ekki, þá telst hann sjálfkjörinn einnig. Nú, síðan er það næsti liður sem eru 2 skrifarar og 2 til vara og óska eftir tilnefningum 2 skrifara fyrst og síðan tek ég fyrir þá sem eru til vara, 2 skrifarar bæjarstjórnar. Lagði til Guðmundur Einarsson og Anna Sigríður Jónsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, þá eru þeir kjörnir
Næst er það 2 til vara, samanber 16. grein. Lagt er til Díana Hilmarsdóttir og Styrmund Gauti Fjallsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, þá telst það sjálfkjörið. Næst er það tilnefningar í bæjaráð, 5 aðalmenn og við munum byrja á 5 aðalmennum. Óskað er eftir tilnefningum í bæjaráð Reykjanesbæjar. Til að fá meirihlutanum Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson. Tilnefni er Margrét Sanders hálfu Sjálfstæðisflokks. Eru fleiri? Og Gunnar Þórarinsson. Eru fleiri tilnefningar? Fundarhlé er veitt. Forseti veitir fundarhlé á meðan að til skrafs var ráðagerða. Nú, þá set ég fund. Fram er komið tillaga frá meirihluta og minnihluta og það mun vera Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson frá meirihluta og frá minnihluta mun það vera Margrét Sanders og Gunnar Þórarinsson. Eru frá Sjálfstæðisflokki og Frjálsu afli. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, þá telst það sjálfkjörið. Nú, þá lýkur 7. lið hér með kosning til 1 árs. Næst tökum við fyrir kosningar í nefndir, ráð og stjórnir út kjörtímabilið 2018-2022, samanber 57. grein A samþykkta stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Og það mun vera liður 6.1 sem er framtíðarnefnd og þar eru kosnir 5 aðalmenn og 5 varamenn og óska ég eftir tilnefningum 5 aðalmenn í framtíðarnefnd. Tillaga aðalmenn, Súsanna Björg Fróðadóttir, Styrmund Gauti Fjallsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir. Fram eru komnar tilnefningar. Eru fleiri tilnefningar varðandi aðalmenn í framtíðarnefnd? Svo er ekki, þá telst það sjálfkjörið. Næst er það varamenn í framtíðarnefnd. 5 varamenn og óskað er eftir tilnefningum 5 varamenn. Þórana Kristín Jónsdóttir, Júrgita Millerí og Valgerður Björk Pálsdóttir. Anna Björk Hannarsdóttir og Anna Steinunn. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, þá eru varamenn rétt kjörnir. Næst er það lýðheilsu ráð. Óskað er eftir tilnefningum 5 aðalmanna í lýðheilsu ráð. Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðrún Bast Theódórsdóttir, Kristín Gyða Njálsdóttir. Anna Sigríður Jóhannsdóttir, Guðrún Pálsdóttir. Eru fleiri tilnefningar í lýðheilsu ráð? Svo er ekki, þá eru þessir 5 aðalmenn rétt kjörnir. Þá er það varamenn í lýðheilsu ráð. 5 varamenn. Meirihluti tilnefnir Þráinn Guðbjörnsson, Guðni Friðrik Guðmundsdóttir og Hrafn Ásgeirsson.
Eru fleiri tilnefningar í lýðheilsuráð? Svo er ekki, þá teljast varamenn rétt kjörnir. Næst er það menningar- og atvinnuráð. Kosnir eru 5 aðalmenn og óskað eftir tilnefningum 5 aðalmenn í menningar- og atvinnuráð. Meðlum tilefni Trausti Argrímsson, Bjarna Stefánsson og Eydís Hænse Björnsdóttir. Sigrún Inga Ævarsdóttir og Arnar Páll Guðmundsson. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, þá eru þeir rétt kjörnir. Og þá eru það varamenn í menningar- og atvinnuráð. Óskar eftir tilnefningum. Afsakið. Kristján Jónsson, Friðjón Einarsson og Kristjana Guðjónsdóttir. Baldur Guðmundsson og Gunnar Jón Ólafsson. Ef það er ekki fleiri tilnefningar, þá teljast þeir rétt kjörnir einnig. Þar með lýkur kosningum í ráð og nefndir og eftir stendur 8. mál á dagskrá sem er sumarleyfi bæjarstjórnar. Forseti leggur fram tillögu fyrir bæjarstjórnarfund 18. júní 2019. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur. Stendur það yfir frá 20. júní til 14. ágúst næstkomandi. Fyrir ekki 19. júní afsakið til 14. ágúst. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þar að leiðandi þriðjudaginn 19. ágúst. Rétt. Það er 20. Við skulum nú hafa þetta á tæru svo við komum ekki á vitlausum degi. Það er 20. afsakið. Ágúst 2019. Berið þetta undir fundinn til samþykktar þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlegast skifið merki og þessi tillaga er samþykkt 11.0. Þessi fyrstu fundur eftir sumarleyfi verður á öðrum stað. Já. Takk fyrir bæjarstjóri. Bendið réttilega á það að fyrsti fundur eftir sumarfrí verður í Hljómahöll, Merkinesi og í þeim partíi sveitarfélagsins sem við köllum í daglegu tali Njarðvík. Og það, ég ætla að leyfa mér að segja það þessi fyrsta skipti sem þar hefur verið haldinn bæjarstjórnarfundur í 25 ár. Því kannski ber að fagna sérstaklega, en auðvitað verður gaman að koma í nýja Hljómahöll. Það var fundur það fyrir viku síðan? Já, fyrir utan það. En fórsetið taka fram, hann var ekki á þeim fundi en hérna veit að hann fór vel fram og var styrk stjórn á honum. Mér langar einnig að geta þess áður en að við gerum fundarhlé varandi og göngum frá fundargerð að Díana Hilmarsdóttir, okkar ágæti bæjarfulltrúi á afmæli í dag, ég ætla að óska henni til hamingju með daginn, Díana. Og þar með ger ég fundarhlé meðan gengið er frá fundargerð.
Fundargerð 560.9. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 18. júní 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Ríkharður Ibsen, Andri Örn Víðisson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta máli fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. júní 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðirnar. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir, Ríkharður Ibsen, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Margrét Þórarinsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson. Til máls tók Jóhann Friðrik Friðriksson og lagði fram sameiginlega bókun bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókun en hún barst rafrænt. En fundargerðir voru samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. júní 2019. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 7. júní til sérstakrar samþykktar. Þriðji liður fundargerðarinnar Hafnargata, Suðurgata, deiliskipulag til máls tók Friðjón Einarsson. Þriðji liður var samþykktur með 11 atkvæðum. Fimmti liður fundargerðarinnar Mardalur 16-24 og 26-32. Breyting á deiliskipulagi var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Sjötti liður fundargerðarinnar Sjafnavelli 4 fyrirspurn var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Sjöundi liður fundargerðarinnar Hringbraut 92 stækkun lóðar og uppfæra lóðamörk var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Áttundi liður fundargerðarinnar Fífudal og ósk breytingu Bottlanga var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Tíundi liður fundargerðarinnar Grindavíkurvegur umsókn framkvæmdaleyfi var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 11. liður fundargerðarinnar skipulagslýsing var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 12. liður fundargerðarinnar Vörðubrún 3 viðbygging var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 13. liður fundargerðarinnar Djúpivogur 9 viðbygging var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 15. liður fundargerðarinnar Dreifistöð DRE 801 Vitabraut 1 var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 16. liður fundargerðarinnar Fitjar heimild til að vinna deiliskipulag var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tóku Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson og Margrét Þórarinsdóttir, en fundargerð var samþykkt öðru leyti 11:0. Þriðja mál fundargerð velferðarráðs frá 12. júní 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tóku Díana Hilmarsdóttir, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Ríkharður Ibsen, Jóhann Friðrik Friðriksson og Gunnar Þórarinsson. Fundargerð samþykkt 11:0. Fundargerð menningarráðs frá 14. júní 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og hún var samþykkt 11:0 án umræðu. Tillaga Miðflokksins stofnun afrekssjóðs. Forseti las upp tillögu frá Margréti Þórarinsdóttur Miðflokki að stofna afrekssjóð fyrir ungt framúrskarandi íþróttafólk. Til máls tók Margrét Þórarinsdóttir, lagði hún til að tillögunni verði vísað til íþrótta- og tómstundaráðs. Til máls tók Friðjón Einarsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Forseti bar upp tillöguna. Samþykkt var með öllum greiddum atkvæðum að vísa tillögunni til íþrótta- og tómstundaráðs. Sjötta mál kosninga til eins árs, samanber 57. grein A, samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarskjöp bæjarstjórnar. Forseti bæjarstjórnar, liður 6.1, forseti bæjarstjórnar, samanber 15. grein, Jóhann Friðrik Friðriksson, óska eftir tilnefningu forseta bæjarstjórnar, tillaga komu Jóhann Friðrik Friðriksson sem forseta bæjarstjórnar og var hann sjálfkjörinn. Liður 6.2, fyrsti varaforseti, uppástunga komu Guðný Birnu Guðmundsdóttur og var hún sjálfkjörinn. Liður 6.3, annar varaforseti, uppástunga komu Baldur Þóri Guðmundsson og var hann sjálfkjörinn. Liður 6.4, 2 skrifarar og 2 til vara, samanber 16. grein. Aðalskrifarar uppástunga kom Önnu Sigríði Jóhannesdóttur og Guðbrand Einarsson og voru þau sjálfkjörinn. Varaskrifarar uppástunga komu Styrmi Gauti Fjellsteð og Díana Hilmarsdóttur og voru þau sjálfkjörinn. Liður 6.5, bæjarráð, 5 aðalmenn og 5 til vara, samanber 44. grein. Uppástunga komu aðalmenn Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrandur Einarsson, Margrét Ólafur Sanders og Gunnar Þórarinsson. Var það samþykkt 10:0, Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki sat hjá. Varamenn þeirra samkvæmt annarri málsgrein 44. grein samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarskjöp bæjarstjórnar eru kjörnir bæjarfulltrúar og varabæjarfulltrúar af sama framboðslista í þeirri röð sem þeir skipuðu listan þegar kosið er til bæjarstjórnar. 7. mál kosningar í nefndir, ráð og stjórnir út kjörtímabili 2018 til 2022, samanber 57. grein A, samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarskjöp bæjarstjórnar. Liður 7.1 er framtíðanefnd, aðalmenn Súsanna Björg Fróðadóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Andri Örn Víðisson og Ríkharður Ibsen. Varamenn Þóranna Kristín Jónsdóttir, Jurgita Millerine
Valgerður Björk Pálsdóttir, Hanna Björk Konráðsdóttir og Anna Steini Jónasdóttir. Liður 7.2 er lýðheilsunefnd, aðalmenn Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðrún Ösp Theódórsdóttir, Kristín Gyða Njálsdóttir, Guðrún Pálsdóttir og Anna Sigurður Jóhannesdóttir. Varamenn Þráinn Guðbjörnsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Hrafn Ásgeirsson, Baldur Rafn Sigurðsson og Birgitta Rún Birgisdóttir. Liður 7.3 menningar og atvinnuráð, aðalmenn Trausti Arngrímsson, Bjarni Stefánsson, Eydís Hents Pétursdóttir, Sigrún Inga Ævarsdóttir og Arnar Páll Guðmundsson. Varamenn Kristján Jóhannsson, Friðjón Einarsson, Kristján E. Guðlusdóttir, Baldur Þóri Guðmundsson og Gunnar Jón Ólafsson. 8. liður sumarleyfi bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 19. júní til 14. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 20. ágúst 2019 í Merkinesi í Hljómahöll. Tillagan var samþykkt 11.0. Ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundargerð fundarins fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Fundargerðin er samþykkt 11.0. Að lokum vil ég þakka bæjarstjórn kærlega fyrir samstarfið og einnig bæjarstjóra fyrir vinnuna, starfsfólki í Reykjanesbæjar og bæjarbúum öllum fyrir gott samstarf. Gleðilegt sumar.